Góðan blessan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og er safnaðarprestur í Lofstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttinn Apologia þar sem við tökumst á við spurningar hvað varðar kristna trú, og spurningin sem við erum að díla við í dag er: af hverju myndi góður Guð senda fólk til helvítis? Og það sem að mér langar að tala um er að það sem að niðurstaðan er, ef við tökum þessa lógík, ef við segjum góður Guð myndi ekki senda fólk til helvítis og setjum þetta raunverulega yfir alla. Þannig að oftast þegar fólk segir þetta, góðar personur, þá höfum við í huga okkur sjálf og kannski eitthvað svona sem er svona semi eins og við, kannski ljúga smá og gera smá ránt en er ekkert það slæm. Setjum okkur í stöðu þar sem að einstaklingur vinnur við mansal. Segjum að til dæmis, setjum okkur í fótspor 9 ára stelpu sem er seld í mansal, sem er seld sem kynlífsþræll, sem deyr af AIDS þegar hún er 11 ára, sem þangað til í þessi 2 ár þar sem hún er kynlífsþræll er nauðgað kannski 10 sinnum á dag. Ímyndað er að hún er bara að bíða eftir því að fá deyja, henni langar að deyja. Og kallinn sem gerir þetta ekki bara við hana, heldur er þetta vinnan hans. Hann finnur nýja stelpur, lætur nauðga daginn inn daginn út, þangað til að deyja, losa sig við það og fá nýja stelpur inn. Ef að hann stendur fyrir framan Guð og Guð segir: heyrðu, þetta er allt í góðu, ég er góður Guð. Komdu inn í himnaríki, komdu inn í paradís. Þá allt í einu, nei, býtu, það er ekkert réttlæti. Ímyndaði stelpan sem er að leita eftir réttlæti og það er ekkert sem að geti gerst fyrir þennan mann í þessu lífi sem geti náð réttlæti yfir því hvað hann er búinn að gera, ekki bara við þessa 9 ára stelpu, heldur allar það stelpu sem að hafa lent í hans klóm. Og ímyndaði núna að hann standi fyrir framan Guð og út af því að Guð er góður Guð að þá leiður hann minn. Er Guð góður Guð? Hann er það ekki, ég held að allir eru sammála því. Þannig að þegar við setjum okkur í fótspor, ef Guð er góður, munum það að Guð er miskunnsamur, Guð er náðaríkur. En á sama tíma er Guð góður og Guð er réttlátur. Þannig að hvað væri réttlátur Guð, hvað myndi hann segja við manni sem þessum? Þannig að það sem við sjáum í Biblíunni er að réttlæti hins kristna manns, við erum öll ófullkomin, við höfum öll syndgað, við náum engin standardnum sem Guð hefur sett, sem er hann sjálfur, fullkomnun. Þannig að hann segir í rauninni: ég þarf að dæma synd, til þess að vera réttlátur þarf ég að dæma synd, en mér langar að vera náðaríkur og miskunnsamur án þess að svíkja réttlæti mitt. Hvernig gerist það? Hvernig getur það sýnt mér miskunn án þess að dæma það sem ég hef gert? Án þess að dæma í öllu skipti það sem ég sært aðra og svo framvegis og framvegis. Hvernig getur það sýnt mér náð? Hann gerir það með Jesú Kristi og hann dæmir hann setur hann sem í minn stað til að taka á sig þjáningun og reiði Guð sem ég var búinn að vinna mér inn, og hann segir: ég er búinn að refsa þessu, Jesús Kristur hefur verið refsað fyrir þinn stað. Og þannig er kristin guðfræði sett upp að Guð er réttlátur og góður en á sama tíma miskunnsamur og náðaríkur. Þannig að eina leiðin til Guðs, eina leiðin til þess að komast inn í himnaríki, eina leiðin til þess að vera með honum að eilífu er í gegnum Jesú Krist. Og þannig að ef við lesum til dæmis, og já, það er það sem kristin trú snýst alltaf það er allir að predika og elska Jesú Krist svona mikið út af því að hann er leiðin. Og við sjáum í síðara Pétursbréfi 3. kafla 9. versi: ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheiti þótt sumir álíta það sem seinlæti, heldur er hann langlundur við ykkur, þar sem hann vill ekki að neinn glatist, heldur að allir komist til iðrunar. Og við sjáum á öðrum staði til dæmis að helviti var skapað fyrir djöfulinn og engla hans. Þannig að hann er að leitast eftir því að allir komi til trúar í Jesú Krist, allir komi til iðrunar frammi fyrir Jesú Krist, og þeir sem gera það ekki, hann gefur þeim einfallega það sem þau eru búin að biðja um. Ef að allt mitt líf og orð mín og hvernig ég haga mér segir: Guð, mér langar ekkert með þig að hafa, að þá á endan því ég stend frammi fyrir Guði, er hann réttlátur í að gefa mér nákvæmlega það sem ég bað um, að vera ekki með honum að eilífu. Og þegar myndlíkingarnar koma helvíti, þá er talað eld og það er talað eilíft myrkur. Það er ekki verið að tala bókstaflegan eld og bókstaflegt myrkur, það gæti ekki verið eldur og myrkur á sama tíma. Þannig að hann er að tala hluti, ímyndaðu að brenna. Ímyndaðu að brenna þér og hversu vont það er. Ímyndaðu það að eilífu, þetta er staður sem þú vilt ekki vera á. Og ímyndaðu myrkur, ímyndaðu nauðamyrkur þar sem þú sérð ekki neitt og eilífu. Þetta er staður sem þú vilt ekki vera á. Ástæðan fyrir því að fólk elskar þetta líf svona mikið og jafnvel lofar þetta líf og dýrkar þetta líf svo mikið er einfallega út af því að við sjáum ást Guðs. Ímyndaðu núna þegar allur kærleikur og öll ást Guðs er tekin í burtu. Allt sem fékk okkur til þess að elska þetta líf svona mikið er tekið í burtu og eina sem við setjum eftir með er gremja okkar, vonleysi, hatur, sár að eilífu.
að eilífu. Þú veist, þannig að það sem, þegar fólk talar helviti segir ef Guð er góður þá ætti hann að leyfa öllum að koma til himnaríkis, eða ekki? Það ekki rétt og við setjum, þú veist, ef við setjum þetta yfir á alla sem lifa í þessum heimi að þá föttum við að þetta ekki Guð sem við viljum. Þú veist, þetta hann miskunnsamur og hann náðaríkur og hann hefur opinbera miskunn sín og náð í Jesú Kristi, en á sama tíma þá hann réttlátur og hann góður og hann mun dæma synd. Spurningin mun hann dæma Jesú Krist í þinn stað eða mun hann dæma þig fyrir þína synd. Og einn daginn þegar við stöndum fram fyrir Guð þá munum við öll gefa lofgjörð til Guðs. Sum okkar munum lofa Guð fyrir náð hans og miskunn hans í Jesú Kristi og sum munum lofa Guð með því að sýna hann réttlátur og hann dæmir synd. Hann dæmir brot okkar. Og það eina spurningin munurinn á hennum kristna og munurinn á hennum sem ekki kristna hvar stendur þú gagnvart Jesú Kristi. Það sem þú getur ekki sagt, að Jesús Kristi skiptir einhverju máli. Hann skiptir öllu máli fyrir hennum kristna. Þannig að af hverju myndi góður Guð ekki leipa öllum til himnaríkis? Ég held að svarið liggur augljóslega frammi fyrir augum okkar. Að góður Guð þarf að dæma synd. Það þarf að gefa réttlæti fyrir til dæmis þessa stelpu sem við tölum áðan. Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með þá þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig senda okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meira kirkjuna sem framleiðir þessa þætti þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur. Við elskum að sjá nýtt fólk og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.